Og hvað svo á næstunni? Hvað næst? Hvað að gera? Í hverju að vinna núna? Við í Reykjavík erum með PEP-fundi annað hvort þriðjudagskvöld. Við erum einmitt núna 29. maí og við vitum aldrei hverjir koma til okkar og hvernig statt fyrir því fólki, þannig að við erum alltaf með mat og við tökum þátt í sporna gegn matarsóun. Þannig að við fáum mat sem annars væri hent og eldum úr honum. Já. Og við bjóðum alltaf semst upp á heita máltíð og ánægilega samveru. Já. Og svo dreymir okkur að þróa það enn frekar út í semst meiri samveru og sjálf ég rosalega skotin í verkefni sem á Akureyri sem kallast Punkturinn. Punkturinn? Já. Hvað það? Punkturinn er skólabygging sem ekki lengur notuð sem skóli og er svona hálfgert handverkshús þar sem að fólk getur komið og fyrir vaktgjald fengið aðgang að smíðastofunni, saumastofunni og ég held sagt að gera keramik og gler og allt mögulegt. Já. Og ég hef séð það sjálf hvað það breytir fólki að fólk sem búið að vera vanvirt í langan tíma og kannski ekki tekið fyrir þátt í þjóðfélaginu af því að fólk sem stendur í þeim sporum að búa við fátækt. Það einangrast og félagslega. Já. Þannig að ég sjálf sé hvað það hefur rosalega mikil áhrif þegar fólk fer að fikta við eitthvað svona og næra að búa til eitthvað, skapa eitthvað. Já. Hvað það svona breytir svolítið þeirra reynslu heimi. Og það hluta valdeflingu. Já. Og þetta snýst allt valdeflingu, af því það valdeflingi sem kemur fólkinu úr aðstæðunum. Það ekki bara peningarnir. Nei. Því að þegar fólk búa við fátækt lengi, að þá það ekki peningarnir einir og sér sem að koma þeim til þess að taka næsta skref. Þetta rosalega spennandi. Ég bara svolítið agndofa. Þetta svo mikið sem við hafa að taka og það verður spennandi að ég vonast til að maður heyri meira og fá að fylgjast betur með hvað að gerast. Fyrir þá sem að myndi vilja skoða starfi sem í gangi og fræðast meira hvar verið að hittast og hvað fólk getur gert. Hvar getur fólk leitað eftir nánari upplýsingum? Við erum, EAPN með síðu sem heitir bara eapn.is og við erum með síðu inn á Facebook sem heitir PEP Ísland, samtök fólks í fátækt. Já. Og þar setjum við upplýsingar og þar hægt að nálgast okkur. Við erum svo heppin að hafa aðgang að húsnæði Hjálpræðishersins í Mjódd og mjög skemmtileg staður og svona kaffihúsastemningar. Þannig að þar erum við með hittingan okkar, sem sagt aðra hverju viku og við ætlum að hafa einhverja grillhátíð í sumar, grilla saman og hafa gaman saman. Já. Við gerðum það í fyrra upp í Krika við Elliðavatn, en núna höfum við þessa fínu aðstöðu þarna í Mjódd og munum örugglega nota hana. Góðar samgöngur? Já, akkurat, þetta er mjög miðsvæðis. Já. Þannig að já, og svo erum við líka aðili að verkefni sem heitir Breiðholtsbrúin. Ég veit ekki hvort þú hefur heyrt það? Nei. Það er verkefni þar sem við höfum verið að hittast í hádeginu á mánudögum í Breiðholtskirkju. Og elda saman og borða saman. Og það snýrst einmitt að rjúfa félagslega einangrun og tengja saman fólk sem að kannski ekki ætti erindi saman eða myndi hittast ef það ekki kemur þarna. Og þá erum við að tala eldri borgara, við erum að tala barnafólk, við erum að tala fólk af erlendu bergi brotið og hælisleitendur og bara alla sem að eru heima við þessum tíma dags og vantar félagsskap. Og það er mjög gefandi og skemmtilegt verkefni og þar hafa þau, ég vissi að síðast að þá voru þau búið til draumafangara. Nú, já. Já, þannig að það er líka svona ákveðin verkefni þar í gangi og allir hafa gaman að.